Jæja, Rikki, bara kominn pappa Helgi, loksins! Vonandi pissar þú núna í þig kannski, ekki ég eins og síðast. Við erum hér samankomin til að kveðja mann sem við elskuðum öll. Hann Guðjón Valgeirsson hvarf úr lífum okkar, rétt eins og þessi króna mun hverfa úr hendinni minni núna. Takk fyrir. Er þetta presturinn sem þú pantaðir? Séra Jón, hann mældi með henni, hún á að vera góð, sko. Guð getur tekið frá okkur ástvini okkar, en það er eitt sem hann tekur aldrei frá okkur. Það eru töfrarnir. Já, það eru töfrarnir. Það er sorglegt að þurfa að kveðja hann Guðjón okkar hér í dag, en það má með sanni segja að Guð almáttugur getur tekið burt það sem hann hefur skapað á hverri stundu og skilað því aftur þegar þú býst síst við því. Guð minn góður, þetta er engan veginn í lagi. Gerðu eitthvað. Já, ég skal. Séra Kristín, ég var að biðja að hætta þessu rugli. Þetta er algjör óvinning fyrir okkur og alla aðstandendur Guðjóns. Guð skapaði heiminn með töfrum. Ég vil halda jarðarfari með töfrum. Er það eitthvað svo rangt? Systir mín er búin að vera að halda aftur tárum í allan dag. Sérðu hana? Hún er að gráta. Við vorum að missa pabba okkar. Getum við ekki bara haldið þetta á hefðbundna mátan? Já, ég skil þig og ég samhryggist innilega. Getum við bara klárað þetta? Já, heldur bara. Án allra töfrabragða. Já. Heldur bara frá. Í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Af jörðu ertu kominn og jörðu skaltu verða. Af jörðu ertu kominn og jörðu skaltu verða. En nú fyrir lokaatriðið þá þarf ég að fá sjálfboðaliða. En hann Guðjón er einmitt kominn ofan í kistuna sem ég ætla nú að saga í tvennt. Ég skil ekki hvað hefur komið fyrir. Síðast þegar þér komuð þá vildu þér hjálpa fólki en nú nýtið þér krafta yðar einungis í ódýr töfrabrögð. Ég veit ekki hvað skal segja. Það voru aðrir tímar. Frá árinu 0 til ársins 30. Kominn. Góðan blessaðan daginn. Daginn. Þú ert hérna fyrir verkefni RÚV, ekki satt? Jú. Á ég bara að byrja? Já, bara þegar þú ert tilbúinn. Ok. Vá, er ég sko með hugmynd fyrir ykkur og hún er hér í tölvunni minni. Velkomin í kynningamyndbandi mitt.
þar sem ég ætla að kynna fyrir ykkur hugmyndina mína. Wooga! En ég held að við getum öll tengt við það sem ég að fara að sýna ykkur núna. Ég bara ein heima. Ég ætla að horfa á grínþátt. Síðan keypti ég bara báða kjólana. Ég vildi að það hefði keypt hvora, af því að þá þyrftir að vera nakin. Hvað með þig, Hendrik? Þú myndir örugglega vilja klæða sig í tölvuskjá. Ég ekki með neitt sérstakann persónuleika. Ég bara hérna til þess að bregðast við því sem þið gerið. Má bjóða okkur kaffi? Gústaf. Nei! What? Nú ætla ég að horfa á hryllingsmynd. Hvernig á ég eiginlega að bregðast við þessu? Ég er með lausnina fyrir þig, Inga í sófanum. Dósaöskur! Eins og dósahlátur, nema öskur. Sjáum það. Þar höfum við það. Svona er dósaöskur og ég vona að þið kaupið hugmyndina mína. Mér vantar peninginn. Þú ert ráðinn. Þú ert ráðinn. Í alvöru? Er ég bara komin með starfið? Ég horfi í myndavélina. Hérna, ok. Ég heiti Sara Líf og ég er sem sagt make-up artist og ég sérfræði mig aðalega í því að farða lík. Já, ég veit ekki hvað að gera. Sko, þetta er frekar einmannleg vinna, verð ég að segja. Eða veist ég, þetta er bara ég og fólkið sem er náttúrulega dáið. Þannig ég hef engan til að spjalla við, ég er bara alltaf að Snapchat, fæst svona spurningar og eitthvað svoleiðis. Þú veist, ég meina, stundum verð ég alveg smá leið. Þú veist, sérstaklega þegar eitthvað fólk sem er búið að deyja ungt. Þú veist, ég var að meika þessa gælu daginn, dó 18 ára í bílslysi. Ógeðslega sorglegt. En þú veist, ógeðslega næs fyrir mig samt að farða fólk sem deyr ungt. Því að, þú veist, í þessu starfi, þá er ég oftast bara að meika svona gamlar kettlingar eða kalla sem eru ógeðslega svona hrukkótt og bara svolítið ógeðslegt að snerta þau. Hvernig finnst mér þetta siðferðislega? Þetta er bara eins og hver önnur make-up artist vinna. Ég er að farða andlit, skiptir ekki máli hvort það sé dautt eða ekki. Þú veist, eins og í make-up artist skólanum, þá er ég að mála bara svona vaxhöfuð og það er ekkert ólíkt því að mála fólk sem er dáið. Þetta er bara venjulegt fólk eins og við. Mér finnst það bara að vera fordómar í að þér vera að spyrja mig eitthvað svona. Eins og með þessa 13 ára stelpu sem dó þarna, sem ég var að farða, hún var náttúrulega alveg, hún var aðdáandi minn á Snapchat, hún var að followa mig á Snapchat og ég held að bara það hafi verið svona hennar hinsta ósk að ég myndi farða hana. En ég veit að mamma hennar var náttúrulega með eitthvað svona vesen eða þú veist, hún var eitthvað að tala við fjölmiðla eitthvað, en þú veist, mér finnst það bara allt í lagi, þú veist, þetta er bara eins og hvert annað make-up artist Snapchat. Þótt hún sé dáin, þá er hún samt ekki ennþá manneskja. Veit ekki hvað að gerast. Sama hvað ég geri, hætti ekki að efast. Já, ég veit ekki hvað að gerast. Sama hvað ég geri, hætti ekki.
Já, ég er búin að vera að hugsa ótrúlega mikið pappa minn nýlega og sambandið okkar. Náttúrulega eftir Selfossatvikið þá er ég búin að vera svolítið mikið niðri og ekki búin að geta hugsað annað. Og hvernig lætur það þér líða? Satt að segja var ég bara fyrir eitthvað reið núna. Rauður, rauður, ég sé fyrir mér rauðan lit. Ertu að teikna? Æ, já. Jóhanna, ég er að teikna þig. Við sálfræðingar erum alltaf með svona blokk og einn daginn hætti ég bara alfarið að hlusta og fór að einbeita mér að formum og svipbrigðum. En það er líka því að ég hefði þetta að vera myndlistakona. Hvaða kona eins og ég að gera sem sálfræðingur? En það er of seint að breyta starfsgrein núna. Ég á 2 börn heima og maður getur ekki bara svona skipt. Þannig ég reyna að gera það besta úr þessu og ég teikna sjúklingana mína. Já, getur hlusta á mig og teikna á sama tíma? Fyrirgeðu, jú, ég get bara gert bæði. Halda áfram, talaðu um hvað þú varst reið og ég halda áfram að teikna. Ok, flott. Já, þetta byrjaði þannig að ég og pabbi fórum á Selfoss, eins og þú veist, ég sagði þér frá því hérna. Og við byrjum á því að fá okkur pulsu í pulsustandinum. Búinn, ég er búinn! Sjáðu, séu hvað ég næ svipnum vel. Já. Vá, frábært. Nei, hérna er mynd sem ég teiknaði að þér í fyrsta tímanum. Sjá hvort feimin. Ekki alveg búin að opna þig. Nei, vá, já, þessi. Þessi er alveg bara vá. Ég teiknaði þessa þegar þú varst að segja mér frá dauða ömmuðinnar. Sjá hvort sorgmætt. Sjá hvort leið. Já, fyrirgefðu, ég verð að segja, mér finnst það smá skrítið og því að þú átt að vera að hlusta á mig. Ég er að borga þér fyrir að gera það. Ef þú gætir bara lagt niður blokkina. Já, er það í lagi? Ég er búin að teikna þig í dag, ég get svo sem alveg. Já, jú, klárum bara tíman, ég skal hlusta. Ok, á ég bara að halda áfram? Já, halda áfram. Ok, við vorum mætt hana á Selfoss og þú veist að pabbi fær oft reiðisköst. Þess vegna er ég búin að vera svona reið. Fyrir ekki að halda áfram? Og já, ég sé svolítið mikið að sjálfum mér í pappa mínum. Fyrir ekki að hvert gerð núna? Æ, fyrir ekki, ég ætlaði bara að sýna þér þegar þú væri búin að tala. Ertu búin að tala? Nei. Ég sé að teikna líka aðra sjúklinga. Þú séu þetta hérna, þetta er hann Kristján. Hann er með geðhvarfasýki, en sjáðu andlitið, fullkomlega symmetrískt. Fyrir ekki, máttu vera að segja mér frá einhverjum svona persónuupplýsingum sjúklinga? Þetta er ekkert persónlegt og ég hvort er ekkert að hlusta. Heyrðu, ég held að tíminn sé bara búinn í dag. En þangað til næst, hann máttu eiga þetta portrett að þér. Frítt. Hvað meinarðu frítt? Ég er að borga þér 30.000 krónur á tíman. Það er ekki hægt að líka hljómsveitinni við neina aðra. Það var bara svo stórt dæmi, sko. Man hvar ég var, sko, þegar vinn minn sagði frá þessu fyrst. Hljómsveitin Koldioxid samanstóð af Dóra, Helgu og Lenu. Þau gaf út þeirra fyrstu plötu árið 1995 og seldi hún yfir 90.000 eintök. Hljómsveitin hélt stórtónleika sama ár þar sem yfir 50.000 manns mættu. Ég held að flestir unglingar á þessum tíma hafi átt allavega eina plötu með þeim. Já, fyrst þegar vinnur minn sýndi mér það. Þá sagði við hann, það heyrist ekkert í þeim. Þau eru ekkert að spila hana í hljóðfæri. Já, en það er einmitt snilldin. Það hefur engin önnur hljómsveit spilað svona tónlist áður. En þau eru ekki að spila neitt. Já, teknilega séð eru þau kannski ekki að spila neitt, en það þýðir líka bara að þú getur heyrt hvað sem þú vilt heyra. Já, hugmyndin af okkar sandi kom þegar við vorum á æfingu og enginn af okkur kann á hljóðfæri. Við erum öll mjög góð í að mæma. Fyrsta lagið sem við ætlum að taka. Þið þekkið þetta öll.
Já, hljómsveitin var í sínu besta æfingaformi þá. Lena var nýbyrjuð að læra að spila á fiðlu. Já, einmitt. Þá spilaði ég ekki bara á bassa. Ég skipti stundum og spilaði á fiðluna og fólk gjörsamlega trylltist. Já. En ég meina, tónleikarnir eru líka mjög umtalaðir af því þeir fóru smá úr böndunum. Já, einmitt. Vorum alls ekki að búast við því að Siggi myndi kveikja í gítarnum sínum. Við þurftum að hætta. Við gátum ekki klára settið. Hvað er hljómsveit án gítars? Margir hafa sagt að það hafi ekki verið neitt gítar til að byrja með. Það eru aðalgagnrýnin sem við fáum. Þeir eru ekki að spila neitt. Það heyrist ekkert í ykkur. Af hverju er fólk að kaupa plöturnar ykkar? En málið er, ef fólk getur komast fram hjá því að við erum ekki að spila neitt, þá getur það verið hvað sem við vill. Þegar ég hlusta á þau, þá heyri ég hip-hop. Ég heyri fuglasöng, nið í fljóti. Finn minn innri frið. Þegar ég hlusta á þau, þá heyri ég rödd ömmu minnar heitunar segja við mig: Vertu hugrökk. Hvað kom svo eftir hljómsveitina? Hvað eru þið að gera í dag? Ég er að kenna börnum á hljóðfæri. Ég er trúbadór. Og Siggi, við vitum ekki hann. Við erum ekki búin að sjá hann ótrúlega lengi og ég hef áhyggjur af hann. Siggi, ef þú ert að horfa, þá vona ég sé í lagi með því. Verður Andrea með okkur í matabúðinu eða verður þetta eins og seinast? Hún er að undirbúa sig fyrir næsta hlutverk. Ok, komum með þér svo hlutverk. Svona er þetta þegar maður giftist náttúruleikara. Eru gangið í bæinn? Já, takk. Sæl Andrea. Andrea? Hver er það? Ég er Tóta Trúður og ég ætla að skemmta ykkur í kvöld. Hvað heitir þú? Lilja, við erum 60 mörg ár. Lilja! Lilja litla blómið út í haga! Tóta Trúður er lítill prakkari! En Lilja litla kýtlir! Ástin mín. Fyrirgefðu, þið ætla að vita hvað. Fyrirgefðu, þið ætla að vita hvað hún tekur starfið sinu alvarlega. Já. Má ekki bjóða okkur að borða? Jú, endilega. Hvað er þetta með Silvíu annars? Hún er auðvitað yndisleg. Við erum endalaust stolt af henni. Það meðan það alveg æðist að stelpa. Já. Er ykkur farið að leiðast, litli börn? Er ykkur farið að leiðast í afmælinu? Það er eftir lagi. Tóta Trúður skal skemmta ykkur. Hún kann að jögla. Ástin mín. Þarftu virkilega að vera meðþóttleika trúð fyrir eitthvað barnaafmæli? Er ekki meðþóttleikar að valda að leika úr stór hlutverk? Núna er
Tóta litla leið. Stundum, krakkar, segir einhver eitthvað leiðilegt við ykkur eða bara hegða leiðilega og er að reyna að særa ykkur. Þetta skulle ekki leyfa þeim að særa ykkur. Þið voru að setja túlípana í garðinni ykkar, eða ekki? Jú, svo sannarlega. Já. Jú, við erum að reyna að bæta okkur í garðinum. Já, eftir mörg leiðileg komment frá ykkur tveimur hérna. Blómin í garðinum ykkar eru samt ekki svona! Tóta litli bróðir er prakkari! Já, nei. Þarna... Já, við þurfum bara að koma. Já. Í alvöru, fyrirgefið, viljið ekki Við erum bara að byrja á salatinn. Takk kærlega fyrir okkur. Já. Nei, bye. Takk, bless. Það var verra heldur þú lék fangar í þessu.